sitja með fæturnar krosslagðar. Færa athyglinni inn í andardráttinn. Fara að anda aðeins dýpra heldur en við gerum venjulega. Anda hérna alveg niður fyrir viðbennin, ofan í kviðinn. Finna hvernig axlirnar rísa aðeins þegar við öndum djúpt að okkur. Og þegar við öndum frá okkur, slaknar allur líkaminn. Skulum aðeins teygja á hálsvöðvanum utanverðum, aðeins að halla höfðinu niður til hægri. Reyna að mjúka teygja utan á hálsinum. Velta höfðinu fram. Og velta höfðinu aðeins yfir vinstri axlina. Reyna að teygja utan á hálsinum. Velta höfðinu aftur fram og yfir til hægri. Og aftur til vinstri. Skulum við teygja okkur hérna aðeins upp úr axlunum. Taka með hægri höndina vinstri úlnliðinn. Teygja aðeins úr okkur, toga fast í vinstri handlegginn. Og skipta. Takið þann hægri, toga hann aðeins svona upp. Og svo skila handleggjunum niður. Skulum velta axlunum aðeins. Taka nokkra hringi hérna aftur á bak. Sem drögum alveg upp að eyrum. Pressum herðablaðið saman á leiðinni niður. Upp að eyrum, pressa saman. Nokkra hringi og fram í hina áttina. Alveg það saman. Nú tókum við herðablaðið vel í sundur. Og svo hristum við þessu úr okkur. Kann ekki að vera alltof lengi hérna niður í krosslagðri stöðu heldur. Koma hérna aðeins upp á 4 fætur. Skulum passa svolítið að hafa alltaf létta spennu á kviðvöðvanum. Þannig að þeir séu hérna að halda við bakið. Lófarnir eru beint undir öxlunum. Handleggirnir beinir. Skulum slaka á ristunum. Skulum taka nokkuð sinnum köttin á kúna. Þar sem við öndum að og gerum á okkur stóra krypu. Látum herðablaðið renna vel í sundur. Drögum vel inn kviðvöðvana. Og þegar við öndum fram, ýkjum við fettuna, svo tróna vel upp í loft, horfum upp, pressum vel saman bak vöðvana. Þannig að fettan verði alveg rosalega djúp. Og svo öndum við aftur að, gerum á okkur krypu. Finna hvernig hryggjarliðirnir á milli herðablaðanna sem náttúrulega bara poppa upp. Og svo fættum við aftur. Og gerum okkur krypuna. Og búum til fettuna. Og einu svona enn. Og fettan. Svo stoppum við bara hérna í miðstöðu. Ef þetta er óþægilegt fyrir hnén, þá getum við brett upp á dýnuna og sett hana undir hnén eða ef við bara verðum með púða eða eitthvað undir hnjánum. Við ætlum að liðka aðeins axlirnar fyrst. Við ætlum að pressa vinstri lófanum vel í og vera alveg stöðug. Lyfta hægri höndinni upp, vinda vel upp á okkur. Renna í gegnum þræða nálina, koma hérna alveg niður á axlina, leggjast alveg niður á vangann, finna hvernig svona eiginlega stöflum axlunum upp, öxl ofan á öxl. Aftur, þræðum í gegn og aftur, þræðum í gegn og einu svona enn, alveg upp, alveg niður og stoppum hér. Gerum við þetta hinn megin. Þá er hægri höndin alveg stíf, styður við okkur, tökum vinstri handlegginn upp, þræðum í gegn, alveg niður, öxl ofan á öxl og aftur, opna vel, þræð í gegn og einu svona enn og stoppa þess hér, rúlla öxlunum hérna undir og aftur erum við komin í miðstöðu. Við skulum núna aðeins liðka betur axlirnar, færum hendurnar hérna alveg fram. Færum okkur kannski aðeins aftur á dýnuna. Bara alveg dýnubreidd á milli handana og síðan ætlum við að ýta okkur hérna bara aðeins aftur. Byrjum að leggja bara ennið niður. Getum verið komin bara strax með góða teygju
á handleggina, á axlirnar. Ef axlirnar eru í góðu standi og liprar, þá getum við prófað að leggja bara alveg niður bringubeinið, mjúpur horfa fram, en bara ef axlirnar eru mjög samvinnuþýðar í þessu. Annars ætlum við bara að leggja ennið hérna niður, aðeins og opna axlirnar. Kannski aðeins að teygja hægri betur fram, teygja svo vinstri betur fram, draga hana tilbaka. Bara svona til skiptis. Þess að fá smá blóðflæði inn í axlirnar. Draga okkur tilbaka. Aðeins skulum við teygja úlnliðunum núna. Skulum setja lófana niður þannig að fingurnir vísa í áttina að okkur. Og það er mjög mikilvægt hérna að úlnliðurinn vísi út eða sé pínlítið útskefur, alls ekki á móti hvor öðru. Þá fáum við ekki hins góða teygju. Þannig að úlnliðirnir snúa alveg fram eða aðeins út í áttina frá okkur. Og síðan ætlum við að setjast aftur án þess að lyfta lófanum. Finna góða teygju á úlnliðunum. Þetta er oft svona staðurinn þar sem að sinaskeiðabólgan er verst. Og ef við erum mjög aum á þessu svæði þá bara setjumst við styttri aftur. Síðan skulum við aðeins koma smá meira blóðflæði á staðina. Skulum ímynda okkur við þurfum að plokka gat með litla fingrinum. Fyrst á hægri, svo vinstri, svo baugfingrinum á hægri, á vinstri, svo langatöngin á hægri, svo vinstri, þetta er juicy. Svo vísifingurinn á hægri, á vinstri og svo bara með öllum fingrunum nema þumlinum, hann er ekki með í þessu. Og kroppa gat á dýnuna. Og svo losum við varlega, restum okkur upp, hristum handleggina og blóðið aftur komið á hreyfingu svo nokkurn veginn. Gott kannski aðeins að gera hnefa á fetta fingur nokkur sinnum, snúa í hringi og skulum koma aftur á 4 fætur. Það er mjög óþægilegt að vera bara á öðru hnénu, endilega sækja upp púða eða bretti dýnuna undir, bara það sem að gerir stöðuna þægilega. Við ætlum að vera með handleggina mjög stöðuga, þeir styðja okkur hérna, létt spenna á kjöðvöðunum. Svo ætlum við að taka vinstri fótinn, teygja hann hérna beint aftur. Reyna að gera beinalínu hérna út frá mjöðmunni. Síðan ætlum við að kreppa ökklan, rétt úr hristinni, kreppa ökklan, rétt úr hristinni, kreppa og rétta og taka svona okkur góða hringi. Alveg eins og við teikna bara hringi með stórtánni, svo hinn hringinn. Og skilum fætinum. Og ef við þurfum að skipta á þetta púðan undir hitt nefn, þá gerum við það bara. Svo réttum við úr hægri fætinum, sjáum það er bein lína. Ekkert að reyna að fara alltaf hátt, heldur ekki hérna niðri, bara bein lína í gegn. Og svo ætlum við að kreppa og rétta og kreppa og rétta. Og kreppa vel, alveg spenna tærnar í sundur og svo krulla þær inn í eiluna þegar við réttum úr ristinni. Og svo tökum við ökklarhringina, réttum vel úr ristinni þegar við erum að teygja hérna út. Skemmtilegt brak yfirleitt. Tökum hinn hringinn, nokkra góða hringi, skilum tilbaka. Svo skulum við halda aðeins áfram hérna á 4 fótum. Við ætlum að teygja vinstri fótinn aftur, hægri höndina fram. Beinlína bara í gegnum okkur, við erum ekki að fetta höfuðið neitt upp, við horfum bara niður, spennum höfuðana, höldum góðu jafnvægi, skilum tilbaka. Hægri fótur aftur, vinstri hönd fram, halda góðu jafnvægi, búið til góða spennu á höfuðana og skilja tilbaka. Við ætlum að gera þetta nokkur sem aðeins hraðar. Vinstri fótur, hægri hönd. Drögum við saman, olnbogi í hné. Olnbogi í hné. Rétta úr, olnbogi í hné. 4 og 5 og skila. Og það hægri fóturinn aftur, vinstri höndin fram. Olnbogi í hné.
fylgja andardrættinum, við öndum að og frá, að og frá og skila. Mjög gott. Núna skulum við setja tærnar undir okkur og ýta okkur upp í fyrsta hundinn. Sterkir lófar, svona aðeins kúftir notum hérna. Þumalfingurinn, eða svona liðinn á þumalfingurinn svolítið til að styðja við okkur höfum lófan svolítið svona kúfta. Ýtum okkur upp í fyrsta hundinn. Hann er stundum aðeins stirður, þannig við skulum leyfa yða hans í sporinu, stíga til skiptis, hreyfa með líka með, stíga vel í hægri fótinn, stíga vel í vinstri, reyna að rétta vel úr hnjánum, senda hælana niður og stoppum svo aðeins í hundinum. Finnum að ef við hreyfum höfuðið til, þá snerta eyrun upp handleggina. Það er svona cirka rétt staða, við erum svo vaff á hvolfi. Svo ætlum við að slaka hálsinum, leyfa höfðinu hanga bara svolítið. Mjög gott. Tekum nokkra andardrætti hér. Lyftum okkur svo upp á tær, niður á hæla, upp á tær, niður á hælana, upp á tær, niður á hæla og upp og niður. Ljómandi. Nú skulum við núna bara rölta í rólegheitum hérna fram í áttina að höndunum. Hafa hnén mjúk og koma upp eins og tuskudúka. Bara einn hryggjarlið í einu. Mjög gott. Og þá erum við komin fremst á dýnuna. Skulum taka nokkrar hægar sólarhyllingar til að aðeins að hita líkamann betur upp. Skulum fara rólega í gegnum þær. Þess að svona ná bara góðu blóðflæði alls staðar í líkamann. Við stöndum bein, við erum að taka hökuna aðeins inn, slaka öxlunum niður, slaka rófunni, mjúk fettan í bakinu, aflæsum hnjánum. Svo skulum við hafa alltaf létta spennu á höfðunum til að halda við bakið í frambegjunum, lyfta aðeins grindabotninum. Við öndum að, teygjum okkur upp, horfum á þumlana. Við öndum frá og komum niður í fyrstu frambegina, kannski bara lófarnir ekki niður alveg strax, bara hérna fingurgómunum. Lyftum okkur svo upp hálfa leið, lófarnir hérna bara á sköflunguna, horfum fram. Setjum svo lófana í, stíga aftur með hægri fótinn, skila hnénu niður, slaka restinni og rétt okkur aðeins hérna upp. Aðeins að teygja úr okkur. Og svo skila höndunum niður, stíga aftur í plankastöðu, koma niður á hnén og renna okkur hérna í gegn í jógaarmbeygjunni. Sléttum svo bara úr fótunum og aðeins hérna innöndun í kóbrastöðunni. Setjum svo undir okkur tærnar aftur, ýtum okkur hérna upp í hundinn, losum svo hægri fótinn, stígum fram með hann. Skiljum vinstra hnénu niður í gólf, sléttum úr restinni og öndum djúpt að þegar við teygjum okkur hérna upp. Svo öndum við frá og setjum hendurnar aftur í gólfið og skiljum vinstri fætinum fram líka. Þá erum við komin aftur inn í hálfu lyftuna sem lófarnir á sköflungunum, horfum fram, bakið flatt og svo öndum við frá okkur í djúpa frambeygju. Lófarnir niður í gólf, horfum aftur á milli fótanna og komum svo upp á djúpri innöndun þar sem við skiljum okkur aftur inn í upphafsstöðu. Við ætlum að gera þetta líka hinum megin. Þannig við öndum að, teygjum okkur vel upp, öndum rólega frá, beygjum okkur fram, reynum að pressa lófana í gólfið, horfa aftur. Öndum að upp í hálfu lyftuna, flatt bak, horfum fram. Öndum frá þegar við setjum lófana í gólf og stígum aftur með vinstri fótinn, skiljum hnénu niður, sléttum úr restinni og innöndunin kemur hérna. Teygjum okkur upp. Við öndum
frá, setjum báða lófana í gólfið og stígum aftur í plankastöðu og eiginlega höldum í okkur andan þegar við komum hérna niður á hnén, rúllum í gegn og öndum að hér í kóbrastöðunni. Setjum tærnar undir okkur til þess að koma aftur upp í hundinn, losum vinstri fótinn og stígum fram með vinstri fótinn, öndum frá okkur og svo djúp og góð innöndun hér. Fráöndunin skilar lófunum í gólf og við skilum hægri fætinum líka hérna fram. Við erum í hálfu lyftunni. Svo öndum við að, lyftum okkur alveg upp og erum komin hér. Við ætlum ekki að taka fleiri sólarhreyfingar í dag, heldur að nota standandi stöðurnar til þess að hita okkur betur upp. Það er gott að gera það bara með stríðsmannaseríunni. Þannig við stöndum hérna fremst á dýnunni okkar, stígum í hægri fótinn, aftur með þann vinstri, hællin á fremri fætinum er svona sirka á móti, iljaboganum og aftari fætinum, beygjum, hnéð á fremri fætinum, þessum að láta hnéð vísa út, aftari fótum beinn, sterkur og við stöndum í allan fótinn, líka í jarkan frá litluta og aftur í hæl. Svo tökum við hendurnar upp, setjum þær saman, vísifingurnir skjóta svona upp í loft og við erum í stríðsmanni 1. Upphandleggirnir eru svona til móts við eyrun, við horfum beint fram, efri hluti líkamans vísa beint fram, öndum rólega hérna, að og frá, 2, 3, 4 og 5. Losum hendur, látum þær síga þannig að koma beint út frá öxlum. Við erum í stríðsmanni 2. Núna er efri hluti líkamans á hlið en við horfum fram. Strekkjum vel úr handleggjum, búum til spennu í þá. Sterkir fætur. Svo skulum við taka hendur saman fyrir aftan bak, spenna greiparnar, keyra herðablöðin vel saman og koma niður í auðmjúka stríðsmanninn þar sem við hnegjum okkur hérna niður og reynum að lyfta handleggjunum eins hátt upp og við getum. Stíga vel í aftari fótinn, öxlin er komin alveg cirka til móts við hnéð, þegja vel úr handleggjunum. Svo réttum við okkur upp, losum hendur og snúum einfallega bara fótunum. Tékkum af fótstöðuna, hérna á fremri fætinum, vísa beint fram og hællin er svona cirka bát á móti miðjum aftari fætinum. Svo beygjum við hnéð, svona að það vísi frekar aðeins út eða beint fram en ekki inn. Sterkur aftari fótur, reynum eins og við sem að lyfta hnéskilni þar með að spenna vöðvann framan á lærinu. Svo tökum við hendurnar upp, spennum greiparnar þannig að vísifingurnir leggjast saman og vísa beint upp í loft. Upphandlegginn móts við eyrun, við horfum fram, öndum að og frá, 2, 3, 4, 5. Skiptum í stríðsmann 2. Nú er efri hluti líkamans á hlið, við horfum fram, sterkir handleggir, sterkir fætur, 2, 3, 4 og 5. Spennum greipar fyrir aftan bak, keyrum herðablöðin vel saman, hnegjum okkur í auðmjúka stríðsmanninn, alveg eins djúpt og við viljum hneigja okkur í dag. Reynum að spenna vel handleggina upp, 2, 3, 4 og 5. Réttum okkur upp, losum hendur og stígum aftur fram fremst á dýnuna. Flott. Skulum næst taka þríhyrningsstöðuna, stígum aftur í hægri fót og vinstri stígur aftur á bak. Aftur saman fótstaðar eins og í stríðsmanninum, hællin á móts við iljabogann.
En núna eru báðir fótleggirnir alveg þráðbeinir. Við erum búið til þríhyrningslag á okkur. Svo tökum við báða handleggina út, snúum lófanum fram. Svo rennum við efri hluta líkamans fram. Og miðum við það að við ætlum að reyna að grípa í stóru tánna. Stingum við vísifingur og löngu töng hérna á milli stóru tánna. Þegar við hliðina, tökum utan um tánna og horfum svo upp eftir handleggnum. Ef við náum ekki tánna, þá erum við bara hér að vinna með opinn faðminn. Svona sígum bara svo hægt og rólega inn í stöðuna. Og hérna reynum við að anda áfram bara rólega inn og út nefið. 3, 4 og 5. Komum upp, snúum fótunum. Setjum okkur upp alveg eins og áðan, beinir fætur. Spennum vöðvana vel framan á læranum. Tökum svo hendurnar út. Rennum okkur aðeins svona fram og veltum okkur svo niður í þríhyrningsstöðuna. Kannski erum við bara komin hérna niður á skaflung, þá erum við bara þar og reynum að horfa upp eftir hinum handleggnum ef það er í boði. Ef við erum komin alveg niður í stóru tönna, þá bara höldum við í hana og horfum upp eftir hægri handleggnum. 2, 3, 4 og 5. Veltum okkur upp, losum hendur og stígum aftur fram. Mjög gott. Við skulum taka eina standandi stöðu í viðbót áður en við förum í jafnvægisstöðurnar. Stíga enn og aftur í hægri fótinn, aftur með þann vinstri og nú ætlum við að beygja vel. Stórt og gott skref, beygja vel. Niður hægri fæti, svo ætlum við að leggja hægri framhandlegginn hérna á hnéð. Látum við að síga aðeins. Tökum vinstri hendina hérna upp, stoppum þegar hún komur svolítið móts við eyrað og við erum að reyna að búa til beina skálínu frá hæl og alveg fram í fingurgóma. Kannski þurfum við aðeins að passa að mömmin fari ekki svona upp. Við látum hann að síga svolítið. Við erum að spenna rassvöðvana, spennum vöðvan framan á lærinu. 2, 3, 4 og 5. Komum upp úr stöðunni, snúum bara fótunum og ættum við að vera með cirka jafn langt bil milli í báðum. Beygjum vel vinstri, komum handleggnum fyrir, pössum að sökkva ekki svona inn í stöðuna, heldur halda okkur uppi. Svo kemur hægri handleggurinn hérna, svífur fram, stoppa svona cirka þegar upphandleggurinn snertir eyrað og við búum til skálínu frá hæl fram í fingurgóma. Vendum inn í stöðuna, 2, 3, 4 og 5. Komum upp, losum hendur og stígum aftur fram. Við skulum taka nokkrar jafnvægisstöður. Líka svona. Að því byrjum með hægri fótinn í öllum standandi stöðunum, þá skulum við nota vinstri fyrst í jafnvægisstöðunum. Við stíga vel í vinstri fótinn og alveg skjóta hérna rótum til að halda góðu jafnvægi. Tökum við hægri fótinn og við ætlum að setja ylina einhvers staðar hérna á vinstri fótinn, annarkvort hérna bara fyrir ofan ökkla eða bara á kálfann, eða einhvers staðar fyrir ofan hné, bara ekki á hnéð, eða taka hælinn hérna alveg upp á innanvert lærið. Pressa vel saman ylinni og lærinu. Tökum hendurnar upp í bænastöðu. Getum líka rétt úr höndunum alveg ef við viljum. Svo endum við bara rólega hér. Og tökum yfirleitt aðeins lengri tíma í jafnvægisstöðurnar heldur en standandi stöðurnar sem vorum í áðan. Við erum að anda svona cirka 10 sinnum oft. Við erum að halda góð jafnvægi eftir ykkar dagur í að negla jafnvægið, endilega bara prófa að loka augunum
Sjá hvernig það gengur. Og svo losa. Gerum eins á hægri. Sterkur fótur, skjótum rótum. Komum svo fætinum fyrir hérna vinstri, finnum bara hvar við erum stödd í dag. Kannski erum við komin hérna alveg bara upp fyrir hnéð. Kannski viljum við taka hann bara alveg upp. Svona. Pressa ylina vel inn að lærinu. Setjum hendurnar í bænastöðu. Og svo erum við fyrir cirka, þetta er svo sleipar buxur greinilega. Afsaka sem ýmsu. Fyrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Þá losum við fótinn og hendurnar. Mjög gott. Stígum aftur í vinstri. Svo ætlum við að taka hægri hérna upp í 90 gráður. Þannig að við kreppum líka ökklinn. Byrjum bara að halda, setjum hendur á mjöðmir, reynum að slaka á öxlunum. Þannig að það sé ekki alveg upp í eyrun. Halda léttri spennu á köfðunum, það hjálpar til við jafnvægið. Við ætlum bara að halda. Þannig að halda fætinum svona. Kannski er hann aðeins neðar. Þá er aðalverkefnið okkar að reyna að hækka hnéð aðeins hærra. Bara eins hátt og við komum í dag. Og við höldum. Og skiljum fætinum niður. Flott. Finnum stöðuleika svo á hægri fætinum. Tökum vinstri fótinn upp. 90 gráðurnar hérna. Með hné og við ökklann. Hendur á mjöðmum. Afslappaðar axlir. Hálsinn mjúkur. Og við höldum. Við höldum oft í okkur andanum þegar við erum að vinna með jafnvægið. Við ætlum að reyna að anda. Bara alveg rólega og yfirvegað allan tímann sem við vinnum með jafnvægið. Kannski náum við hnénu aðeins hærra upp. Og skiljum niður. Ljómandi. Og svo gera þessa stöðu aftur, bara í annarri útgáfu. Við stöndum í vinstri, tökum fótinn hérna aftur upp í 90 gráðurnar, en ætlum svo færum hérna út til hliðar. Við erum áfram með þessi beinu horn og við reynum að fara ekki svona mikið til vinstri. Þetta reyna að vera bein og bara með fótinn út. Og kannski er í boði að horfa líka eftir fætinum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 og skiljum. Svo finnum við aftur stöðuleikann hérna hægri. Tökum fyrst fótinn eins upp og áðan í 90 gráðurnar. Færum svo hnéð út til hliðar og reynum að vera bein, ekki halla of mikið yfir til hægri. Kannski er í boði að horfa á eftir fætinum, akkurat. Gerum við það líka. Og teljum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og skiljum. Við taka eina jafnvægisstöðu í viðbót því að það er aldrei hægt að æfa jafnvægið of mikið. Við stígum í vinstri fótinn. Fáum góðan stöðuleika þar. Sækjum svo ristina eða ökklann sem við höldum í fótinn utanvert. Reynum svo að draga hnéð aðeins aftur. Byrjum bara á því. Draga hnéð aðeins aftur. Þegar við finnum að við erum orðin þokkalega stöðug þar, þá skulum reyna að halla okkur aðeins fram og spyrna ristinni inn í lófann. Þannig að við erum komin í dagsvarastöðu. Það er hægt að nota þennan handlegg á móti til þess að halda betur jafnvægi. Svo teljum við bara 2, 3,
4 og 5. Gerum eins, hægra megin, sækjum fótinn, tökum í hann utanverðan. Byrjum svo að draga hnéð aftur. Höllum okkur svo fram, spyrnum í og tökum jafnvel handlegginn upp á móti. 2, 3, 4 og 5. Og skiljum okkur niður. Skulum koma okkur svo í sitjandi stöðu. Komum bara hérna fremst á dýnuna, krossum fætur og setjumst hérna niður og að penta allt saman. Skulum rétta úr fótunum og taka það út í smá vaff, svona cirka dýnubreitt vaff. Og ef það er erfitt að sitja svona, þá getum við bara að setja það á einhverjum púða til að ná betur hallanum hérna með armagrindina til að taka hana fram. Og taka hérna nokkrar frambeygir. Og rétta það úr okkur. Þannig að við sitjum vel í bæði setbeinin. Skulum snúa okkur hérna aðeins yfir að hægri fótleggnum. Við skulum bara vinna okkur hérna hægt og rólega fram. Það er eins langt og við komumst. Kannski erum við bara hér við öklan, þá erum við þar, þá grípum við utan um hann og byrjum að vinna okkur hérna hægt og rólega niður. Kannski getum við tekið alveg utan um fótinn og byrjum að vinna okkur niður þar. Og hérna viljum við fá bara góða teygju aftan á lærið. En þegar við sitjum svona í vaffinu, þá fáum við líka svona góða teygju hérna utanvert á bakið á gagnstæðri hlið. Þannig að hérna vinstra megin í bakinu getum við fundið líka smá teygju, sem er bara frábært að við fáum hana líka. Og við reynum að leggjast yfir fótinn. Markmiðið er að reyna að liggja hérna á fætinum bara með höfuðið og toga sig niður. En við notum andardráttinn með okkur. Þannig að þegar við öndum að, þá erum við svona aðeins að toga í. Þegar við öndum frá, þá leggjumst við betur yfir fótinn. Og við höldum þessum sitjandi stöðum svona álíka lengi eins og jafnvægisstöðunum. Þess að við erum svona að telja kannski upp í 10 í huganum eða jafnvel bara alveg heila 10 andardrætti ef við höfum góðan tíma. Og svo réttum við okkur bara rálega upp, hristum aðeins fótinn, snúum okkur svona aðeins yfir að vinstri fætinum og byrjum svo að leggjast yfir vinstri fótinn. Vinnum okkur bara svona rólega fram, þannig finnum við komið þægilega teygju aftan á lærið og þá svona hengjum við hausinn. Byrjum að slaka hálsinum, anda inn í teygjuna aftan á lærinu. Við öndum að og við togum í fótinn. Við öndum frá og leggjumst betur yfir fótinn. Reynum að finna svona hæfilega sterka teygju aftan á lærinu. Það sem kemur líka smá teygja hérna í bakið þar hægra megin. Og svo komum við upp úr stöðu. Síðan skulum við taka fæturnar aðeins lengra í sundur, alveg út fyrir dýnuna. Bara eins mikið okkur þykir þægilegt. Svo ætlum við að reyna að leggjast hérna aðeins betur fram á milli fótanna. Þannig að við ætlum bara fyrst að rétta aðeins úr okkur og hérna hálsinn er slakur. Svo bara notum við hendurna til að ganga hérna rólega fram. Nú þurfum við komið þokkalega teygju innan á lærin, stundum aftan á lærin og jafnvel í bakið. Og ef við fáum mjög litla teygju svona og erum ekki alveg að ná, svo getum við reynt að grípa bara í tærnar og toga okkur niður. Eða bara vera þolinmóð og vinna hérna með þyngdaraflinu, það sigrar á endanum. Þar sem við öndum að og togum okkur kannski eins betur fram með höndunum, öndum frá og bráðum alveg ofan í dýnuna. Þannig bara það sem okkur þykir þægilegt. Hérna getur við líka fínt að vera pínlítið innskefur og bara njóta þess að finna teygjuna. Þurfum ekki alltaf að vera í max teygju, getur líka bara verið mjög gott að finna svona létta og jafna teygju og hvernig maður getur svona hægt og rólega að anda sig inn í hana þannig að hún verður dýpri
þessari stöðu. Við ætlum að teygja hans betur innanvert á lærunum. Setjum áfram. Við ætlum að setja iljana saman. Taka utan fætur. Setjum hnén bara vel út til hliðans, vel og við náminn, aðeins svona blaka hnjánum. Aðeins að hita upp innanverð lærin og svo setjum við handleggina út fyrir fætur og svona hægt og rólega byrjum að anda okkur niður í teygjunum. Við öndum að og togum aðeins í fætur. Við öndum frá og bráðum betur inn í stöðuna. Hér er mjög gott tækifæri til að slaka á höfðinu og fá teygju eða svona stökun aftan í hálsinn. Leyfa höfðinu bara að vera svolítið þungt og afslapað hérna. Takinn á fótunum og réttum aftur úr okkur hérna. Við ætlum aðeins að styrkja líka kviðvöðvana. Þannig við ætlum að setjast hérna svona aðeins aftur fyrir setbeinin. En það vel í gólfi og tökum utan hnén. Síðan ætlum við að lyfta fótunum upp. Bara aðeins lyfta þeim frá gólfi. Rétta úr okkur, hafa hálsinn langan. Axlirnar slakar og kannski finnum við hér að kviðvöðvarnir eru bara byrjaðir að vinna alveg á fullu. Þá skulum við vera hérna bara aðeins lengur. En við gætum líka dregið hnén aðeins betur að, sleppt svo takinn á fótunum og haldið höndunum hérna fram. Ef við viljum bæta við þetta, þá getum við rétt fæturnar aðeins upp. Alveg úr fótunum. Og tökum það svo tilbaka. Mjög gott. Við skulum leggjast alveg niður. Ok. Við skulum hafa vinstri fótinn slakan í gólfinu. Draga hægra hnéð upp. Og setja vinstri höndina hérna undir hnésbotnina eða lærið utanvert hérna hægra megin. Og setja hægri handlegginn út til hliðar, snúa lófanum niður og hjálpa svo hægra hnénu hérna niður í gólf, vinstra megin við okkur með því. Ýta bara létt á eftir því. Við viljum halda öxlinni í gólfi og reyna að koma hnénu niður. Og fá smá snúning á bakið. Svo skulum við snúa höfðinu og horfa út eftir hægri handleggnum. Anda okkur rólega inn í þessu stöðu. Hér erum við bara bráðna rólega niður í dýnuna. Svo sleppum við takinn á hnénu, tökum fótinn tilbaka. Losum svo hægri handlegginn og tökum hann tilbaka. Nú er hægri fótleggurinn bara slakur á dýnunni. Tökum vinstra hnéð hérna upp og svo komum við með hægri höndina hérna yfir. Tökum undir hnésbotnina. Setjum vinstri handlegginn út til hliðar. Hjálpum svo hnénu hérna niður í gólfi. Reynum að halda öxlinni alveg í gólfi. Snúum höfðinu og horfum út eftir vinstri höndinni. Leið og við pressum aðeins ofan á hnið til að koma í nær gólfinu. Gott að loka bara augunum og anda rólega inn í þessari stöðu. Svo tökum við hnið tilbaka, skilum niður og tökum svo hendina líka tilbaka. Hérna ætlum við svo að taka loka stöðun okkar. Við ætlum að vinna annarkvort hérna með fætur beint upp í loft og hendurnar líka. Sem lófarnir snúa á móti hvor öðrum, kreppum ökklana og hérna erum við að vanda okkur við að pressa mjóbakinu niður í gólf.
og meðan við öndum að, frá og það er ekki sko, það kemst ekki blað hérna undir sveigina í mjóbakinu, við erum að ýta henni svo þétt niður. Hnéð að okkur, stökum á spennunni í kveðunum, lefum sveiginni aftur að koma í bakið, setjum byljarnar í gólf, hérna eru boginn og svo þegar maður lyfta mjöðmunum upp, bakinu upp og spennaði skreiparnar hérna undir líkamannum. Við ætlum að ýta handleggjónum og greipunum vel í gólfið, ýta mjöðmunum vel upp, stíga sem þéttingsfast í báða fætur. Svo ætlum við að losa handleggi, síga rólega niður og aftur taka U-ið. Taka fætur upp, fæturnir eru alveg saman, kreppum ökklana, tökum handlegginn upp líka. Axlirnar eru samt svona þokkalega slakar í gólfinu eða herðablöðin, bóðarnir snúa hvort á móti öðrum og svo ýtum við mjóbakinu niður. Höldum því þar, ýta, halda þessari spennu, en samt reyna að anda rólega og djúpt. Ekki missa spennuna og svo skiljum við iljar í gólf, upp með mjaðmirnar, spenna greiparnar undir líkamannum, þrýsta greipunum í upp með mjaðmirnar, halda, ýta mjaðmunum upp og handleggjónum í gólf og slaka okkur niður. Og héðan er alveg tilvalið að fara svo bara í slökun. Getum sótt okkur teppi eða farið í sokkana, hvað sem að svona lætur okkur slaka aðeins betur. Það eina sem við gerum öll er að loka augunum og snúa lófanum upp. Þegar við komum inn í slökunina þá byrjum við á því svona aðeins að velta til höfðinu og finna þægilega stöðu fyrir hálsinn. Slétta aðeins betur úr öxlunum, handleggjónum. Aðeins að fletja betur úr mjaðmagrindinni, fletja vel úr kálfunum, fótunum að falla út til hliðana og slaka vel á tánunum og ökklunum. Svo öndum við rólega að, 2, 3, 4 og frá, 2, 3, 4, 5 og 6. Öndum að, 2, 3, 4, frá, 2, 3, 4, 5 og 6. Og höldum þessu áfram þannig að við séum með útöndunina lengri heldur en fráöndunina. Skönnum yfir líkamann, hvort það sé einhverstað spenna. Slökum þá meðvitað af þeirri spennu. Slökum yfir andlitinu, með bil á milli varanna og slökum á kjálkanum. Við höfum handleggjónum að verða blýþungum, fótleggjónum blýþungum.